Já, ég á það til að lesa kommentin sem að koma á vídeóin hjá mér hérna á YouTube og í eitt skipti tók ég svona svolítið djúpt í árina með trúarbrögðin mín eða þess trú mína á Jesú Krist og fekk þetta skemmtilega komment að einhver sagði já, ég var ofsalega spenntur fyrir rásinniðinni en svo sá ég að þú ert trúarnöttari þannig að ég ætla ekkert að horfa á þig meira og hérna þessi ágæti einstaklingur var í raun bara segja mér að hann væri fullkomlega heilaþveginn og hann vissi akkurat ekkert í hvaða stöðu, ástandi eða hvað var í gangi. Sko það sem að gerast í heiminum ekki það að kristna trúin sé orðin úrelt og það að fara að kasta henni í burtu. Markmiðið að eyða kristni með öllum tiltækum ráðum. Ekki til þess að eyða trú, heldur til þess að skipta trú. Og hérna í þessum ritum sem ég vitnaði í sem að virðist vera blúprintið af því sem að gerast í heiminum. Þá það þetta 21 markmið Illuminati og Protocol of Learned Elders of Zion. Þetta virðist vera það sem að alheimspólitíkin og allt niður í pólitík á litla Íslandi stjórnast af. Og það virðist vera það sama í gangi allstaðar í heiminum. Og þessna svo margir kannski segja þið getið séð í vídeo mínu hér á undan að ég virka stundum sem spámaður, ég get sagt fyrir hvað gerist næst eða hvað gerist ekki og það einfallega bara að ég með leikja handbókina á bakvið það sem í gangi það leynt og ljóst verið að reyna að byggja upp New World Order eða nýja alheims yfirráð og það mun gera bíómynd Orwells 1984 sem sakleysismynd miðað við það sem að fara það sem eiginlega hálfpartinn komið yfir okkur í dag og hérna það eftirtektarvert allir harðstjórar sem hafa murka lífið úr stórun hluta af sínu fólki þeir hafa alltaf byrjað á því að reyna að útrýma kristni og kristnum. Við munum bara aftur í Rómaveldi, Nero og fleiri sögur, þá voru kristnir bara notað sem kerti. Þetta var kristi fólk var drepið í tugþúsunda vís. Og maður hlýtur að spurja sig þá að því, hvað það við kristna og kristni sem gerir sem að þessir einræðisherrar og morðstjórnvöld svona hrædd við og það Jesús Kristur hefur þá sérstöðu að hann kemur inn í gyðingdóminn Gamla testamentið sem algjörlega regluverk, það regluverkstofnun og Jesú allan tíman að krítisera farisea og fræðimenn sem svolítið merkilegt að fræðimenn að hluti af þessum nýju trúarbrögðum sem verður að byggja upp í heiminum fræðimenn þetta lið í háskólalið og hérna Jesú krítiseraði þetta lið mjög harkalega og talaði á hræsnara og ég veit ekki hvað og hvað og við að fá aftur svipa kerfi og var í Rómaveldi eða öllum þessum heimsveldum sem að hafa byggst upp í mannkynsögunni og alltaf og núna til dæmis í dag virðist fólk trúa því að við lifum í einhverjum vísindum að þetta sé allt svo nýtt og við svo ofboðslega klár og allt svo merkilegt sem við erum að gera í dag og háskólasamfélagið eitthvað ofboðslega merkileg samkunda háskólasamfélagið
stofnun eins og farisíar og fræðimenn sem Jesú Kristur var að kritisera í musterunum. Stofnun eins og kaþólska kirkjan hefur verið undanfarið sem að snýst allt að peninga og völd en hefur voða lítið frelsun sálarinnar að gera. Og það við boðskap Jesú Krists þar koma öll þessi element sem að flestir í dag þykja mjög merkileg, svona skandinavískur þjóðfélagsstrúktúr byggir mjög mikið á kristnum gildum og við sjáum að það kross í öllum þjóðfánum Skandinava og það vilja allir flytja til Skandinavi. Við veitum að við Skandinavar höfum stórt og vandamál og það vilja allir flytja inn í löndin okkar en enginn vill vera kristinn. Þannig að allir vilja njóta ávaks þannig að trénu en enginn vill vökva tréð eða taka þátt í því að rækta halda áfram að rækta þetta sem að gera svona gott þjóðfélag. Og ég gerði það hérna í ensku vídeó á annar rás sem ég með, þá útskýrði ég aðeins þetta andi, sál og líkami konsept og það óbúslega mikilvægt kannski til þess að skilja svona trúarnöttar eins og mig og skilja baklandið í þessu að það þetta grundvallar atriði og ég hef notað kerti sem dæmi, sem props og líkaminn okkar eins og kerti. Ekkert merkilegt við það, við getum tattúað, skorið út, gert ýmislegt merkilegt við kerti. Sálin okkar eins og loginn. Hún byggir á líkamanum og sálin fljótandi, logi fljótandi efni eða eins og þeir kalla plasma og ég veit ekki hvort ég sjá í logan hérna en login sálin okkar og sálin þarf líkamann til þess að brenna. Líkaminn nauðsynlegur hluti af okkar veru og en hún ekki upphafur og endir af okkar veru. Eldurinn sem sagt sálin og við sjáum kertið og logan. Við getum séð, sjá það núna. Við sjáum kertið og logan með augunum okkar. En þið sjáið ekki varman sem hér uppi. Ég get fundið að hér varmi, en ég get ekki sannað það fyrir þér að hér sé varmi í þessu vídeó til dæmis. Þú segir bara, hvað að meina? Það ekkert hérna. Ég sé í vídeóna hérna akkurat ekki neitt. En ég að segja þér, það varmi hérna. Og varmin táknmynd upp á hið andlega. Og þið kannist við að kerti getur byrjað að ósa. Og þá kemur svona svartur reykur upp á kertinu. Og ég man til þess að amma mín gamla, hún var óbærslega hrædd við kerti sem ósa. Kerti byrjaði að ósa, þá fór hún strax og slökkt á því. Og það kannski svolítið ósunin kannski það sem að við köllum illa anda eða slæma anda, þeir eru skaðlegir. Og þeir koma samt af sama kerti og sama loga. Og ástæðan fyrir því að ósunin í gömlum híbýlum, litlum híbýlum þá kafnaði fólk af því að ósunin eitti súrefni og kæfði fólk. En kerti þetta kerti funkar til dæmis vel, það engin ósun eða neitt slíkt og við getum túlkað þetta kerti sem heilbrigt kerti. Það gefur af sig varma og það getum við kannski túlkað sem heilagan anda sem að kynntur fyrir okkur í Nýja testamentinu og kemur frá Jesú Kristi. Og heilagur andi talað sem meðhjálpar okkar, hjálparinn okkar. Og þetta reyndi að tala við háskólamann, jafnvel guðfræðing úr háskólanum. Þetta eitthvað sem þeir alveg bara flippa út á. Heilagur andi, hvað það? Og það óbúslega erfitt að útskýra
heimsmálin en það virðist vera að þessi aðilar sem ég talaði áðan, Illuminati og Elders of Sion og þetta lið, þeir eru allir með andlega hlutin á hreinu nema þeir dýrka allir Satan eða neikvæðu hliðin á andaheiminum og þeir þjóna illum öflum og mannskepnan í dag er svo hrokafull að hún telur sig hafa allan sannleikan fyrr og síðar en við sjáum að mannskepnan í dag hefur voða lítið af sannleika svona megnið af fólkinu 99% hefur voða lítið af sannleika 1% sem líka ríkasta fólkið það hefur mjög mikið af sannleika og það ekkert að deila honum með hinum og þeir nota þennan sannleika til íls að upphefja sjálfa sig en misnota allar aðra og þetta getum við séð í gegnum sögu mannkyns að það byggist alltaf upp einhver kúltúr og og þar kemur ráðandi elita og við sjáum bara í Majarnir, Rómaveldið, Egyptaland, alls þar myndast ráðandi elita og það er bara þekkt staðreind og það getur við þekkt út frá eðli mannsins, þessna biblíupælingin öll svona, hún svona merkileg og svona mikið móteitur við öllu ógeðinu að biblían byggir á 6.000 ára sögu þekkt sem hún skrifuð yfir og jafnvel ennþá lengri þekkingasögu. Þannig að biblían er samasafnað mikið til þekkingu. Fyrir ráðandi öfl þá er mjög mikilvægt að þessi þekking kynslóðana og þekkingin sem að til dæmis fólk getur sótt sér í biblíuna og kristnina að fólk hafi ekki aðgang að þessari þekkingu. Og það sem að Majarnir og allir byrjaði að gera voru að fórna fólki þeir líta á almennt fólk sem þrælana sína, þeir voru á ýmsum tímum bara þrælar það var bara elítan og þrælanir og við erum aftur í dag að keyra inn í nákvæmlega sama þjóðfélagsmunstur það sem að þessi elíta dagsins í dag og þið getið séð, ég ger í einu vídeóinu ég kalla það Hana syndrómið hvernig elítan veit þeir læra að lesa stjörnunar veit að það kemur sólmyrkvi og þá segja við fólkið á miðvikudaginn næstu viku þá tek ég út sólina og svo kemur sólmyrkvin og þá verður fólkið óbáslega hrætt og þetta voru svona fyrstu aðferðina við að ná valdi yfir líðnum og í dag er þetta full viðurkennd aðferð. Við sjáum að það er stanslaus heimskreppa, fjármálakreppa, endalaus stríð, það er endalausar ógnir og núna í dag sjáum við að þetta er mest allt bara framleitt af stjórnvöldum og stjórnvöld til dæmis menn að tala að ótta við að deyja af hryðjuverkum, að hendi hryðjuverkamanna sem nú flestir á launum hjá stjórnvöldum að það er mestu líkur fyrir mannkinn að deyja af höndu stjórnvalda mestu bara núna í okkar tíð undanfarin 20-30 ár það hafa 5 eða 10 milljónir dáið fyrir höndum stjórnvalda í styrjöldum og og þetta hefur allt markmið. Þetta heimskerfi sem við erum í dag byggir á þessi rit og þessi fræði sem að við byggjum voða mikið á í dag er ekki nema svona 1-200 ára gömul. Þessi prótókólar af Illuminati, Elders of Sion, þetta er allt cirka 100-200 ára gamalt. Og þetta og þetta spil er spilað í gegnum það er verið að reyna að koma á þessum nýja heimskipulagi New World Order og það er verið að telja fólki trúum að það sé engin að trúabröðin eru misnotuð miskunnarlaust í að ná fram þessu markmiði en það er lykilatriði fyrir þess aðila að eyða kristna hlutanum því hann er svo sterkur þið sjáu það bara ef þið eru í fermingaveislu
og þið segið já, byrjar að tilbiðja Búdda, þá bara já, spennandi, þetta svona austrænt eitthvað og æðislegt, bara gott hjá þér. Og svo segir þau kannski já, ég ætla að gerast múslimi, þá reynda að fara aðeins meiri viðbröð út af íslam hlutanum, en múslimi, já, ok, það hljómar ágætlega. En ef þú segir orðið Jesú Kristur, þá verður allt brjálað í fermingarveislunni. Ég hef persónulega reynslu af þessu. Fólk bara, hvað meinar Jesú Kristur og þú ert frelsaður fyrir Jesú Kristur, hvað meinar með þessu? Og fólk, fermingarveisla er náttúrulega trúar seremónía og fólk bara í, ef við hugsum kerti, það bara í vaxinu og eldhlutanum, það hefur engan skilning á varmahlutanum sem andlegi hlutin og þess vegna fólk svona illa við og hrætt við nafnið Jesú Krist, að Jesú Kristur, hvernig sem að hann brýtur þetta vald, eins og hann segir endar, ég brýt brott dauðans og það eiginlega eina ráðið sem að svona ráðandi öfl hafa við kristninni að slátra hinu kristnu. Það virðist ekki vera til neitt annað ráð gegn hinu kristnu. Og allir vilja flytja til kristina þjóðfélaga, til dæmis ameríski draumurinn byggir algjörlega á kristnum gildum. Og og skandinavísku þjóðfélagin byggja á kristnum gildum. Þannig að það er mjög mikilvægt að skilja og ef að þið lesið í gegnum þessi markmið Illuminati og Eldars og Síun og sem síðan þessi markmið síðan tekin upp í nútíma vísindum og mikið kemur gegnum háskólan. Háskólin eiginlega hinn nýja kirkja, hinn nýja musteri og þar trúir fólk, eins og núna verið að hýja á það að fólk trúir á Guð og á Jesú uppriðsinn, nú verið að hýja á það, en háskólinn jafn fullur að trúar atriðum eins og Biblían, til dæmis stórakveldskenningin eða Big Bang Theory, þetta bara kenning, það engin sönnun fyrir þessu, þú þarft að trúa þessu. Þú þarft að trúa að það sem að vísindamenn að segja sé satt, það engin sönnun fyrir því. Það eins og þeir segja að gefðu mér eitt kraftaverk og ég sanna restina. Að þannig virka vísindin voða mikið, allir í starffræði þá punkturinn óendalegt, hvar hann? Ef þú tekur það út úr starffræðinu þá fellur hún all. Þú kemst ekki langt í starffræði á þess að hafa punktin óendalegt, en þú verður að trúa honum. Og sama með 2 samsíða línur, það ekki til, en þú verður að hafa þær til þess að starffræðin gangi upp, þarf að trúa því að 2 samsíða línur séu til. Þannig að fólk allstaði með sannanir, og þetta vísinda samfélag, þetta vísinda fólk virðist því kerfisbundið haldið niðri í dæminu, í líkamanum, í moldinni. Og því menntakerfið eða þjálfunarkerfið, þetta ekki menntun, þetta þjálfun, það heldur þér kerfisbundið í drullunni, í moldinni. Og það leyfir þér ekki að upplifa andlega hluti. Til dæmis þekkt í kristninni að biðja fyrir sjúkum, að biðja fyrir sjúku fólki. Og læknavísindin hafa prumpa á þetta eins og ég veit ekki hvað biðja fyrir fólki eins og það bara reyti ykkur. En býtu nú við, það til vísindaleg sönnun fyrir því sem þeir kalla placebo-effektin eða plata-effektin, við getum kallað það, að fólk sem tekur sykurpillur og trúir því að það sé ykkur lyf í þessum sykurpillum, það læknast. Það vísindalega sannað, sem að þýðir náttúrulega það vísindalega sannað að bæn hefur áhrif. Þó að þessi ekki nema bara þá trúið að hafi áhrif. Það vísindalega sannað, en vísindasamfélagi gerir ekkert með þetta. Og við sjáum bara til þess að við horfum á læknavísindin sem slík, að þetta bara eitt stórt svindl. Það þessi elíta, þeir sita eiturefni í matinn okkar, sem að valda, og í bóluefnin, sem valda alls konar sjúkdómum, og síðan selja þeir meðferð við sjúkdómunum.
og þar með tæma allar ríkissjóði heimsins og þar með sagt lífeyrissjóð og allt slíkt, að fólk borðar þennan mat og verður mjög lasið og síðan ferða inn í eitthvað lyfjakerfi þar sem að kannski ein meðferð við einhverjum sjúkdómum sem framleiddur af lyfjafyrirtækjunum sjálfum, hún kostar kannski 20 milljónir eða 10 milljónir og fólk á engan pening fyrir þessu, það ríkið borgar þessar upphæðir og þannig að við erum föst inn í alveg skelfilegri svikamyllu sem að byggir á trúarbrögðum, alveg eins og ég nefndi áðan að allt byggir upp að vissu marki á trú og það endar alltaf á sama veg að elítan nýðist á öllum hinnum. Það bara hluti af mannkyni, það bara eins og við segjum að í dag þá hefur manneskjur eru bara úreltar, mannlegar hvatir gilda ekkert lengur í dag. Það er ekkert satt, við erum ennþá sömu manneskjönar og við vorum fyrir 100 árum, 200 eða 2000 eða svona í grunninn til, þóttu við höfum meiri tölfur og svoleiðis drasl, þá breytir það ekki kjarna mannsins. Og annað úr vísinda samfélagið, ég man nú þegar ég frelsaðist fyrst, hvað var prumpað mikið yfir náttúrulega sköpunarsöguna í Biblíunni, sem jafn mikið á sönnunum til fyrir og Big Bang Theory og þessu atriði með Adam, að Biblían segir að við komum öll af einum manni, Adam. Já, ég var að horfa á heimildamynd frá BBC DNA, það sem að þeir voru að tala það, já, samkvæmt okkar DNA í rannsóknum, þá kemur allt mannkyn af einum manni í Afríku. Og svo segja þær svona lúmskulega, já, Biblían hafði rétt fyrir sig með það. Þannig að vísindin alltaf að sanna meira og meira bara hreinlega það sem að Biblían segir, bæði gamla og Nýja testamentið. En þeir með blekkingum og afneitunum og legum bara skjóta þessu þannig inn. Ég hef sagt að það hefði átt að gera heilan þátt það, hvað það merkilegt að Biblían gat séð fyrir 6.000 árum, það sem að nýjustu DNA-rannsóknir leiði ljós núna. Það alveg stór merkilegt. Í Mósebókunum þar stendur til dæmis allt sótthreinsun. Þú getur fundið, ég held að sé í 5. Mósebók eða 3. Þá getur lesið nákvæmlega umgengni lík, hvernig þú átt að gangast lík. Og við munum nú hvernig læknavísindin fyrir rétt tæpum 100 árum eða rúmlega 100 árum, að þá fóru þeir beint úr líki í móðurlíf á konum og konuna dóu náttúrulega. Ef þeir hefðu bara lesið Gamla testamentið, þá sjá þeir þar nákvæmlega leiðbeiningar hvernig þú átt að athafna þig í kringum lík. Og og svo merkilegt að í þeim lýsingum sem koma þar fram í Gamla testamentinu, þá talað að taka ösku, setja í vatn og eitthvað svona seremoníu með ösku. Og það sóthreinsi efni í dag unnin úr ösku. Þannig að Biblían ekkert svo, hún veit sínu viti, Biblían. Og þetta eins og þessi bloggari sem að kritiseraði mig fyrir að vera trúarnöttari, hann algjörlega heilaþveginn af þessum síónista Illuminati New World Order heilaþvætti. Og hann virðist ekki vita af því þessi einstaklingur, að hann fullkomlega heilaþveginn. Og þessna tók ég þetta dæmi með kertið, að við sjáum hvernig öll áhersla í dag í öllum fjölmiðlum, allur kultúrin sem verður að presentar í dag höfðar til drullunar eða til vaxins, til lægstu hvata mannsins. Og það náttúrulega niðurstaða Biblíunar og samasafn reynslu mannkyns, að það endar alltaf með ósköpum að lifa í drullunni. Og þess vegna öll andleg leit, hvort sem það heitir kristni, múslimismi eða vottar Jehóva eða methodistar eða
búddistar eða hvað þetta heitir allt saman, að þeir eru allir að leita að ákveðnum andlegum sannleika og allir eru sammála það að hann finnist ekki í líkamannum eða líkamlegum hvötum, að þessi andlegur hlutir eru allt annars eðlis. Og þess er svo merkilegt að sjá hvernig þetta meira segja Disney fyrirtæki að framleiða Disney druslur á færibandi, og þá getum við sjá Hannah Montana sem að byrjar sem svona barnastjarna og höfða til barna, að henni breytt á nokkrum árum í það sem að við myndum kalla fullkomna druslu. Og allur nútíma kultúr byggir á grunnkvötu mannsins, kynhvötinni, það eru þrjár hvatir sem fella manninn, það kynlíf, peningar og völd, og það allt fókusirað inn á þetta. Og til dæmis sá ég frétt í Noregi könnun þar sem þeir pröfuðu að sviðsetja nauðgun í bílageymslu, og síðan mældu þeir hvað margir af þeim sem að urðu vitna þessu gripu inn í, og 65% af þeim sem urðu vitna þessu gerði ekki neitt. Og þetta tel ég vera afleiðingu þessa heilaþvottar. Allir eru bara fastir í sínum drullupitti sem líkaminn og hugsa bara sjálfan sig, eru fullkomlega spegilsjúkt fólk, narsistar, og alveg sama allt og alla aðra. Og þetta akkurat það munstur sem að þessi slæmu öfl vilja. Og ég mun kannski fara nánar í það seinna í meira detaila hvernig þetta framkvæmt. En það er svo mikilvægt að átta sig á þessum grunni, og leið og þú áttar þig á þessum grundvallar atriðum. Það engin ný vísindi í gangi í dag. Allar þessar kreppur, þetta hungur, þessi fátækt, þetta bara sem að gerast á Íslandi, verðtryggingin, verða að rífa heimila fólki og bílana og eignir af fólki, það verða verða að gera alla Íslendinga fátæka, og ekki bara Íslendinga, heldur alla í heiminum, alla í Evrópu. Sjáðu Grikkland og Spán, það allir að verða fátækir á Spáni, það bara 50%, það bara 60-70% atvinnuleysi. Og núna alltaf stjórnvöld á Spáni að fara að skattleggja sólarorku. Þannig að þú horfir upp í sólina þarf að borga skatt. Og þar komum við náttúrulega einu sem ég var alltaf svo hissa á því ég las aflátsbréfin í kaþólskunni. Ég var svo hissaður hvernig fólk lét bjóða sér þetta. Og við takum eftir að aflátsbréfin voru notuð kerfisbundi til þess að strípa eignir af fólki, nákvæmlega eins og gert í dag með verðtryggingu og CO2 skattinn. Það verið að strípa eignir af fólki, og það var eftirtektarvert að þeir sem áttu, elítan vildi fá eignast eignir hjá einhverjum, að þá var dæmt á hann bara aflátsbréfum. Hann þurfti að borga svaka mikið í aflátsbréf sem hann gat þá væntanlega ekki borga, og þá var eignin hirt á honum. Og sama með alla þessa skattlagningu, CO2 skattlagningu, alla þessa umhverfis heilaþvott til dæmis, það bara sama á aflátsbréfin. Þetta CO2 sama á aflátsbréf. CO2 útblástur manna hefur engin áhrif á loftslag jarðar. Það trúarbrögður líka, það engin vísindalega sönnun fyrir því. Og þótt að 99% af einhverjum vísindamönnum sem eru í kósíunu hjá elitinni sé að reyna að telja fólki trúum það, þá það bara kjafta. Þetta eins og ef þið hefði gert könnun á sínum tíma meðal prófasta kaþólsku kirkjuna, þá hefði 99% að sagt já, Guði til, ekki spurning. Það hentaði þeim. Og ástæðan fyrir því að þessi öfl vilja alltaf byrja á því að eyða hinu kristnu að við sjáum í gegnum plottið, við sjáum hvað í gangi, og því fleiri sem að frelsast og opnast augu þeirra, því betra fyrir mannkinn. Ég ráðlegg öllum að lesa Biblíuna,
og sérstaklega að lesa það sem Jesú var að segja, bara hreint og klárt það sem hann var að segja. Passið ykkur endur á að þýðingar eru marga falsaðar, þannig að það þarf aðeins að rannsaka það, og þið getur bara spurt mig, ég skal svara ef þið sitja á kommentin einhverja spurningar. En þetta þvílíkur lykill af því ástandi sem við erum í dag. Hvet ykkur til þess að kynna ykkur andleg málefni.